Hluti fólks var á því að dómarar dæma aðskildir. Hluti af hópnum talaði fyrir því að dæmt yrði á hringvelli. Það sýndist sitt hverjum en þetta bara kom fram í umræðu hjá fólki, það hefði hver sína skoðun. Og það var nú einrómur heldur með það geti sagt að sýningarnar eru hestvæðin. Og hluti af hópnum nefndi það að hann myndi ekki að fjárvæðarhross færu kynbóðum þá. Og varðandi hvernig gerum við kerfið betra varðandi dómara, það að skoða hæfni dómara og óska eftir betra viðmóti frá dómara. Nú varðandi úrvinnslu og nýtingu, þá voru við komin í tímahag þar. En við tökum undir með því sem sagt hefur verið hérna að það liggi ljóst fyrir hverju dæma hrossið þegar það er 12 metrar veiða. Þannig að það komi einhvers staðar fram. Ertu komið síðast það? Já, það var að hlæja. Já, það var að hlæja. En svo varðandi það að við eitthvað bregður út á sýningum, þá þarf náttúrulega að liggja ljóst fyrir hver viðbragðsáætlunin er. Það þarf að bregðast við ef eitthvað bregður út á og þá ekki bara viðvarandi dómara, þá bara viðvarandi alla sem að kynbótasýningum koma. Já, og svo var nefnt að eyða topptryggni og það var það kannski topptrygningar dómara og framhalda því til kerfisins. Það er svona loka punkturinn, en ég vil samt koma því að svona bara frá mér að þegar ég ætla ekki að segja þegar við höldum svona námþing aftur, og ég veist þetta bara að finna góða og bara góð vinnubrögð, að þá ættum við til að mynda til þess að gera þessa vinnu léttari, þá ættum við að láta punktana sem við erum að spurja málþingsgesti koma fram þegar við kynnum málþingi til leiks.